og yin-kennari hér í Sólum. Í dag langar mig til að sýna ykkur stöðu, eina af mínum uppáhaldsstöðum í yin-yoga. Yin-yoga jógastöður sem við gerum í kyrrstöðu og höldum í 3 til 5 mínútur í senn. Tímarnir mínir heita yin-yang tímar og ástæðan fyrir því er að við notum þessa þrýstibolta, þessa litlu mjúku bolta sem við notum í yin-stöðunum okkar. Þannig í dag ætlum við að taka kapotasana eða pigeon pose og í yin-yoga köllum við því sleeping swan pose og við ætlum að bæta þessum bolta við í þeirri stöðu. Ávinningurinn af þessari stöðu þetta er eina af lykilstöðunum í mjaðmaopnunum og ég vona bara að þið hafi gaman af. Hlakka til að sjá myndirnar ykkar og njótið. Við byrjum stöðuna og förum í hundinn sem horfir niður. Það er mjaðmabreidda milli fóta, tegjum hendurna langt fram, gefum örlítið eftir hnjánum. Horfum fram og draugum svo hægra hnéð á milli fótanna. Leggjum hnéð við hliðina á úlnlið. Setjumst niður, hnéð á vinstri fæti í gólfi og réttum svo úr ristinni vinstra megin. Gaugum okkur örlítið aftur, mjaðmirnar eru þverar. Því næst náum við í boltan, leggjum boltan undir setbeinin á hægri hliðinni, öndum inn og réttum örlítið úr okkur. Og við fráöndun byrjum við að koma niður á olnbogana, stöldrum þar eina stutta stund og ef við treystum okkur lengra þá teygjum við handleggina beint fram og leggjum ennið niður í gólf. Hérna leyfum við þyngdaraflinu að hjálpa okkur í gegnum stöðuna og stöldrum við í sirka 3 til 4 mínútur hér áður en við tökum svo vinstri hliðina. Við förum sömu leið tilbaka, upp á olnbogana, réttum úr okkur, losum boltan undan hægri mjöðminni, rúllum tánum á vinstri fæti undir okkur, lyftum mjöðmannum upp og aftur í hundinn sem horfir niður. Hérna getur verið gott að ganga örlítið fæturna til áður en við skiptum hlið.